Þjónustan eftirgæsla sprottin upphaflega af doktorsverkefni sem ég gerði og doktorsverkefnið snerist það að prófa þjónustu sem gengur út á að styðja bata sjúklinga eftir útskrift þeirra af gjörgæsludeild og þá bæði til skemmri og lengri tíma. Þessi þjónusta var til staðar við Hringbraut og mig langaði til þess að þessi þjónusta kæmi líka til hér í Fossvogi og þá í því formi að heimsóknir eru til sjúklinga eftir útskrift af gjörgæslu og legudeildir til að fylgjast með bata þeirra í samstarfi við starfsfólk legudeildra. Og þetta beinist á einkum að því að meta klínískt ástand sjúklings og geta brugðist við og komið sjúklingi þá annaðhvort áfram á legudeild í réttan feril eða komið honum aftur inn á gjörgæslu með þyrfti. Niðurstaðan var eiginlega sú að það væri sérfræðingur í hjúkrun sem myndi leiða þessa þjónustu og sinna henni og það er gert í dag hvoru tveggja hér í Fossvogi og við Hringbraut og síðan er það vaktstjóri hjúkrunar á gjörgæsludeild sem tekur við á kvöldvöktum og helgar og það er reyndir gjörgæslu hjúkrunarfræðingar sem fara þá og heimsækja eða fara til sjúklinga á legudeild og þetta þá sjúklingar sem gjarnan hafa legið svona í lengri tíma á gjörgæsludeildunum og hafa fengið þar meðferð sem gjarnan er þá flókin og löng og þá er hugsunin þessi að tengja saman gjörgæslu og legudeild en alltaf í mjög nánu samstarfi við starfsfólk legudeilda og þá sérstaklega hjúkrunarfræðinga. Þörfin er sú sama hvers svo sem ástæða fyrir innlögn og gjörgæslu hefur verið. Þetta verkefni, doktorsverkefni, bætti við þessa þjónustu þar sem við köllum eftirgæsla og það er endurkoma sjúklinga 2-3 mánuðum eftir útskrift af gjörgæslu. Og í dag er það svo að ég er í samstarfi við sjúkraþjálfa, Ólöfu Rögnu Ámundadóttur og við erum að fá til okkar fólk sem hefur legið á gjörgæsludeildum Landspítalans og þeir koma í endurkomutíma til okkar 2-3 mánuðum eftir útskrift af gjörgæsludeildum Landspítalans, það báðum deildum. Og þarna eru við að meta ástand sjúklinga, líkamlegt og sálrænt og veita ráðleggingar. Og ekki síst á varandi þennan líkamlega bata sem hann er að því að bati eftir bráð og alvarleg veikindi og gjörgæslu svona yfir höfuð. Batinn er hægur og þar af leiðandi langur og fólk hefur þörf fyrir að fá ráðleggingar og stuðning. Þetta er náttúrulega mjög skemmtilegt og það að hafa tök á því að þá að fara í nám og geta lokið í og fengi svona útkomu þannig af rannsókn sem maður gerir þá í samanburði við hvað aðrir eru að gera í öðrum löndum og tengja það beint inn í klínískt starf. Það er afar dýrmætt og reyndar er það þannig sem að fræðimennskan virkar allar jafna í hjúkrunarfræði og reyndar fleiri greinum og á að virka. En þetta er ákveðið skipulag, getum við sagt, að geta haldið svona nokkrum boltum á lofti. Að bæði að vera í klínísku starfi og einnig í einhvers konar fræðum. Það verður alveg að viðurkennast, en þetta er mjög gaman.